Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reyndar staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg. Það sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann út í að hann var að lækna sig af fjórðastigs krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur um. Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu? Já, ég hér. Það fer vel þig þarna? Alveg ljómandi, já, takk fyrir það. Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbrögð all sem þú fékkst við viðtalinu? Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst það vera bara ótrúlega fallegt. Hvað var það svona sem kom mest við þig? Sko, ég fékk að heyra frá fólki sem hafði kynnst Sævari og upplifaði þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka fékk ég heyra fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra og það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróðir hans, John Óli, sem þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi, dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku út í vini, ættingja, foreldra, eða mömmans og já, það verður örugglega erfitt. Var fólk að þakka þig fyrir eða hvaða svona tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta? Já, fólk þakkaði mér undantekningarlaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það var kominn tími til að einhver sagði þetta bara hreint út og væri með sannleikann upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema brot á honum því ég þekki ekki nema brot á honum. En þarna voru aðilar sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd sem eftir, ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri, ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta bara alvitað í þjóðfélaginu, þetta mál var mesta réttarmorð Íslandssögunnar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikann fram. Nú ert þú með áskorun til Valtýrs í þessu viðtali, þar sem þú bara óskar eftir því að hann stigi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilaboð þeirri átt? Það eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nær honum sem ég hef nokkuð sinni gert, þá hefur hann komið fram og hann hefur ekkert alltaf haft sannleikann þar uppi við og ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér, Ásdís. Sitja bara beint á móti honum, ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en ég bara mun láta, þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíói. Hvernig líst þér það? Ég er til hvenær sem er og ég var nú aðeins að velta því fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að þetta var auðvitað það eru margir þar sem koma við sögu. Heyrirðu eitthvað úr þeirra átt? Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrist ekki. Það eins og að mjög skrítið, systkini hans og allir sem honum tengjast, eiginkonu megin líka, hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá A til Ö, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókina nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur enginn þar og þeir átt sig, halló, húrra, búið að finna hvað varð pappa eða frænda eða hvað það er, rannsökum þetta. Það kemur enginn fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki? Jú. Af hverju skyldi það vera? Hvernig túlkar þú það? Ég held að það fólk viti sannleikann og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndarmáli í 50 og eitthvað ár.
og það þarf nú kjark til þess að brjótast undan því og tala ekki þegar það eru nokkrir í hóp sem hafa sameinast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gerir það alla að leigurum. Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara að hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta hlýtur að hafa svo mikil áhrif á samviskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Já, það hefur einhverju hugmynd hvað að gerast þarna út. Þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarpsþáttunum og hlýtur að þurfa að setja þig inn í þær aðstæður. Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu persónu, þriðju persónu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum, í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins, að þegar hlutir fara í fjölmiðla, þegar eitthvað upp á yfirborðinu, þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu, ég heyri sagt það, já, sú manneskja leit nú ekki vel út núna, skildi að vera það sem í fréttum. Þetta sést á fólkinu líka. Það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu, hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gervimál sem að síðan var valdtíðsrannsóknin dularfullu mannaferðirnar, spíraftáttinn og leynifundinn og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst. Að þegar að fólk fær allt í einu, áminning það, djúpt í sálina, fjölmiðla fjalla málið, þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að, já, ég hef heyrt nokkuð svoleiðis tilfelli, sko. Svo náttúrulega fólk sem hefur bara gersamlega valið að fela sig, eins og elskuginn. Hann bara út í heimi og lætur engan ná í sig. Vá, þetta ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar. Ég ætlaði svona bara rétt að heyra þig núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi, þetta 4 stigs krabbamenn sem þú ert laus við. Ég ætla að láta það bíða. Mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili, Jón, og bara góða kveðju til þín, til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram. Takk fyrir það, já. Bless. Sjáumst. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is